Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan. Þetta 290.50 fundur bæjarstjórnar, hann haldinn 22. maí. Og fyrir fundinum liggja 5 dagskrármál og við göngum til fyrsta máls á dagskrá. Það fundagerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs 470. fundur. Og það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góða fundamenn. Já, það 470. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og fundagerðin sem hér liggur fyrir í 7 liðum. Það einungis 1 liður hér tekinn út til bókunar og það liggur fyrir tillaga. Þetta sem liður 1.6 sem innleiðing persónuverndarlöggjafar og það og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að fela bæjarstjóra að gera viðauka við samning vinnu við innleiðingu persónuverndarlöggjafar og starf persónuverndarfulltrúa sem gildir til loka árs 2019. Ekki fleira tekið út í þessari fundagerð, hún lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Og Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust undir þessum fyrsta lið. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundamenn. Mér langar aðeins að koma hér upp undir lið 1.7 og aðalega vegna þess að ég átti þess nú ekki kost því miður að sækja þennan fund. En ég hins vegar ákaflega forvitin að vita hvernig þau ykkar sem þar sátuð upplifðu hann og hvort að þarna hafi komið fram einhverjar þær upplýsingar sem að þið áhugavert væri fyrir okkur hinn sem ekki komumst að heyra. Því að mér finnst þetta mjög merkilegt og metnaðarfullt verkefni. Ég hef nú aðeins verið að lesa mér til þetta og í raun og veru það sem við getum kallað stefnu núverandi ráðherra í þessum málaflokk. Þannig að ég varpa þessu hér fram hvort að forseti eða formaður bæjarráðs eða eitthvert ykkar sem að sat þennan fund geti sagt okkur kannski aðeins hvað þarna kom fram. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Stefán Bogi Sveinsson, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi. Forseti og ágæta fundafólk, ég kem hér upp undir lið 1.7 og bregðast við fyrirspurn Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa. Það má kannski segja að þetta var bara ágætur fundur. Það var farið mjög vel yfir svona það sem að liggur fyrir þessari nefnd sem var skipuð til undirbúnings að stefnumörkum varðandi málefni sveitarfélaganna og það sem kom nú kannski helst fram auðvitað að þetta verkefni sem á að vinna tiltölulega hratt. Þetta ekki starfshópur sem á að vera lengi að störfum og hann skipaði svona í upphafi ársins og hefur skilað af sér þessari grænbók nú þegar. Það sem í henni byggir mjög mikið á fyrri vinnu, það hefur farið fram vinna áður og kannski ekki síst þarna horft til skýrslu þessara svokölluðu Eyrúnarnefndar sem að fór mjög svona vítt yfir þetta svið og lagði meðal annars til að það yrði ráðist í aðgerðir til þess að sameina sveitarfélög og gekk það út frá því að það yrði farið í það í svona áföngum að það yrði sett sem lágmarks íbúa tala og hún yrði síðan hækkuð í áföngum þangað til að 1000 íbúa marki yrði náð sem lágmarks íbúafjölda. Það sem liggur kannski ekki fyrir alveg nákvæmlega hvernig þetta verður útfært en það hefur komið fram líka í máli núverandi ráðherra málaflokksins að honum hugnist þetta að það verði í rauninni sett inn einhver stefna að sveitarfélög muni sameinast og þá fáum menn einhvern tíma til þess að vinna að sínum málum í frjálsum sameiningum áður en það kemur til einhvers konar lagasetningar í einhverjum. Annars var nú fundurinn ekki síst til þess hugsaður að kalla eftir sjónarmiðum og það voru svona nokkrar líkil spurningar sem voru lagðar til grundvallar og leita svara við. Kom bara margt ágætt fram, kannski ekki hægt að segja að það hefur verið alveg ein lína í öllu, heldur meira svona bara skoðanaskipti og vangaveltur stöðu og framtíð sveitarfélagana en
það er líka hluti að vinna þessa hóps að þá voru þessi sjónarmið voru tekin saman og þau verða það verður birt niðurstaða af fundunum. Þannig að þetta var svona, já, bara ég myndi segja að þetta hafi verið nokkuð gagnlegt. Þau náttúrulega eiga eftir að fara víðar og kalla eftir þessum sjónarmiðum frá öllum sveitarfélögum. En eins og ég skil það, þá í rauninni markmiðið að klára þessa vinnu núna bara yfir sumarmánuðina, þannig að það liggi eitthvað fyrir í haust og það sé eitthvað sem væri þá reiðubúið, eða það væri eitthvað sem væri hægt að setja fyrir þingið í formi þingsályktunartillögu á haustþingi og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Og já, ég skynjaði nú ekki annað heldur en það svona ég myndi segja, þeir sem hafa verið skipaðir í þetta af hálfu, já, bæði náttúrulega pólitískir fulltrúar og svo það starfsfólk ráðuneytisins sem vinnur að þessu býsna áhugasamt verkefni. Það svona tölvöru kraftur í því finnst mér og ég skynjaði svona ákveðin, já, þetta hefur auðvitað komið upp eins og ég sagði áður og mér svona skynjaði það að þau lúra á gömlum tillögum, gömlum frumvörpum og annað sem hafa verið unnin áður en hafa einhvern veginn stoppað á pólitískum þáttum en ég geti best trúað í miðað við hvernig gangurinn í vinnunni að það muni sannarlega eitthvað útspil koma frá Alþingi í haust. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið enn laust. Ef að ekki fleiri vilja taka til máls þá ætlum ég að loka mælendaskrá hér undir þessum fyrsta lið og ganga til afgreiðslu þá. Það er liður 1.6, innleiðing persónuverndarlöggjafar og þar er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan til sem samþykkja tillögunni gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og athygli er vakin á því að undir lið 1.4 og 1.5 er bókað að afgreiðsla bæjarráðsins staðfest og ef ekki eru athugasemdir við það þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan fyrsta lið og næst er það annar dagskrárliður. Ég ætla að biðja varaforsetann. Já, það er annar dagskrárliður sem er umhverfis- og framkvæmdanefnd, fundunum 112, ég reyni þetta. Og það er Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerð og drög að bókunum. Forseti, ágæta fundafólk. Ég hef komin til að gera grein fyrir 112. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundurinn var í 19 liðum og það eru 9 liðir þar sem gerði tillaga bókun hér. Ég ætla að fara yfir þær tillögur. Og það er í fyrsta lagi, það er liður 2.4, umsókn byggingarleyfi fyrir tvíbýlishús að Fjólukvammi 3, en það var framkomin fyrirspurn lóðarhafa um staðsetningu byggingar innan byggingarreits og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórnar málið fái afgreiðslu í samræmi við 3. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvarinn samþykki eigenda Fjólukvamms 1 og Smáragömms 2. Þarna háttar þannig til að það liggur fyrir beiðni að fá að snúa byggingu sem verður eftir sem áður innan byggingarreits en það er lega byggingarinnar sem umræðir þarna og er verið að fara með það í gegnum ferli. Nú liður 2.6, það er breyting á deiliskipulagi flugvallar en á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var deiliskipulag Egilsstaðaflugvallar tekið til umræðu, lögð voru fram svör við athugasemdum vegna deiliskipulags. Og hér er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn deiliskipulagið og gerir svör við athugasemdum að sínum. Nú liður 2.7, það er beiðni framkvæmdaleyfi Bakkavörn á 120 til 180 metra löngum kafla og Bakkahálslóns í Kringilsárrana. En fyrir fundinum liggur beiðni frá Landsvirkjun framkvæmdaleyfi vegna bakkavarna í lónstæði Hálslóns við Kringilsárrana ásamt lýsing á framkvæmdinni og bréfi frá Umhverfisstofnun þar sem framkvæmdin er heimiluð fyrir þeirra leyti. Eftirfarandi tillaga lögð fram
Með vísan til 13. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkir bæjarstjórn Fljótsdals héraðs að veita umbeðið framkvæmdaleyfi með eftirfarandi skilyrðum: að við framkvæmdina verði farið að þeim skilyrðum sem Umhverfisstofnun hefur sett í bréfi sínu frá 26. apríl 2019, að Fljótsdalshéraði verði með tölvupósti tilkynnt upphaf og lok framkvæmda sem og án tafar öll frávik sem kunna verða frá lýsingu verkefnisins eins og hún liggur fyrir bæjarstjórn. Já, þarna sem sagt, svona til að gera stuttlega grein fyrir því að þá Landsvirkjun hérna að fara að vinna í bakkavörnum. Það hefur orðið vart við rof á bakkanum í Kringilsá Ranna og þar sem að það sem sagt friðlýst svæði að þá leitaði til Umhverfisstofnunar og fá þaðan leyfi og svo sækja framkvæmdaleyfi til okkar. Þannig að þetta eru tveir aðilar sem þurfa að veita þessi leyfi og hér gert það tillögu að við bara vísum í og staðfestum að því að það eru heimildir fyrir sveitarfélagi að gera skilyrði að þá bara ítrekkum við skilyrði Umhverfisstofnunar sem ganga fyrst og fremst út á bara einmitt frágang og hérna svona umgengni alla við verkið. Nú þá það liður 2.10, það umsókn lóð Klettasel 2-4, en fyrir liggur umsókn frá Daníel Þorsteinssyni lóð Klettasel 2-4 á Egilsstöðum. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn erindið og að lóðinni Klettaseli 2-4 verði úthlutað samkvæmt fyrirliggjandi umsókn. Liður 2.11, það umsókn lóð Bláargerði 47-49. Fyrir liggur umsókn frá Daníel Þorsteinssyni lóðina Bláargerði 47-49 á Egilsstöðum. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn erindið og lóðinni verði úthlutað samkvæmt fyrirliggjandi umsókn. Og liður 2.12, það umsókn lóð Bláargerði 31-35. Fyrir liggur umsókn frá Daníel Þorsteinssyni lóð Bláargerði 31-35 á Egilsstöðum. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar hafnar bæjarstjórn erindinu þar sem lóðinni Bláargerði 35 hefur nú þegar verið úthlutað. Nú liður 2.14, óskum breytingu á deiliskipulagi Suðursvæðis, en fyrir liggur niðurstaða grenndarkynningar vegna óverulegra breytingar á deiliskipulagi Suðursvæðis. Tillaga var grenndarkynnt í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og liggur samþykki fyrir. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn tillöguna og hún fái málsmeðferð í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og liður 2.16, það umsókn framkvæmdaleyfi vegna endurnýjunar og áætlunar uppbyggingu á fráveitu Egilsstaða, fyrsta áfanga. Fram kemur að grenndarkynning hefur farið fram og var grenndarkynnt fyrir eftirfarandi Minjastofnun, Isavia, Hitaveitu Egilsstaða og Fella og landeigendum. Svör bárust frá 2 aðilum en ekki hafa borist svör frá Minjastofnun og Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði gefið út í samræmi við fyrri ákvörðun með fyrirvara afstöðu Minjastofnunar og samþykki landeigenda. Það háttar þannig til að Minjastofnun var búin að tilkynna þeim myndu skila en punktum eitthvað síðar heldur en lögbundi frestur gerir ráð fyrir og en með þessu að þá hefur sem sagt Bingafulltrúi heimild til að gefa út leyfið bara þegar að teknum tilliti til þeirra athugasemda sem þar komið fram og sjálfsögðu er leyfið þá gefið út eins og hefur verið gert hér áður bara með fyrirvara það að ekki farið í framkvæmdir nema með samþykki landeigenda. Og á síðustu er það liður 2.19, það verndarsvæði byggð. Fyrir liggja drög að samningum annars vegar verkefnastjórn og hins vegar vinnu við gerð húsakönnunar vegna verkefnisins verndarsvæði byggð á Egilsstöðum. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi samninga. En þetta eins og bæjarfulltrúum ugglaust kunnugt þá er verið að vinna hér með svona gamla bæ á Egilsstöðum og þetta unnið í samvinnu við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Austurlandi. Og aðri liður í fundargerðinni og hún í heild sinni lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið laust. Björn Björnsdóttir. Já, Björnsson. Ég vil leyfa Gunnar vera undan. Já, fyrirgefðu Björn. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundarmenn, það eru 2 liðir sem að ég telur rétt að ég komi hér upp að mér sýnist þegar ég átta mig á að hvernig tillagan liggur hér fyrir
undir lið 216 að ég fari fram á vanhæfi þar. Það sem er talað með fyrirvarum samþykki landeigenda sem er ég væntanlega í þessu tilviki. Og þess vegna vil ég fara fram á vanhæfi undir þeim lið og þá er það jafnframt sami hlutur undir lið 26 en þar er að mínu viti illa ígrunduð aðför sveitafélagsins að mér sem landeiganda og er mér mjög ljúft að mega víkja af fundi undir þeim lið. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og það var áskað nokkuð augljóst vanhæfi og í báðum liðum og þú mátt víkja fundi. Gunnar Jónsson má víkja fundi. Þetta er 2.6 og 2.16. 2.16 og 2.6. Má bjóða þér að skipta sæti. Þá opnum við mælendaskrá undir liðum 2.6, ég hef ekki bara opnum við báði í einu, 2.6 og 2.16. Það eru þeir liðir sem til umræðu eru. Fyrst. Já, þessi tvei liðir, 2.6 og 2.16. Björn Björnsdóttir bæjar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er hér bara örlítil tillaga undir lið 2.16. Ég held að við velkjumst nú ekkert í vafa um það að samþykki landeigenda liggur í raun fyrir. Það kemur fram í umsögnans við grenndarkynningu. Þannig ég teldi kannski betra að það færi betra á því að þarna stæði og samningar hafi nást við landeigenda því að það hlýtur málið að snúast. Í umsögn landeigenda við grenndarkynningunni kemur fram að hann leggst ekki gegn henni, þannig að samþykki hans liggur fyrir en samningar hafa ekki hefur verið gengið frá samningum við landeigenda og þar sem það er fjárhagslegt spursmál fyrir bæði sveitafélagið og í gegnum hitaveituna að þá teldi ég kannski rétt að þarna stæði afstöðu Minjastofnunar og að samningar hafi náðst við landeigendur. Það var nú svo tillaga sem að mér langaði til að leggja hér fram. Björn Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið þá laust undir liðum 2.6 og 2.16. Fleiri sem vilja taka til máls. Ef að svo er ekki að þá loka ég mælendaskránni undir þessum liðum. Byrja þá á því að bera upp tillöguna undir lið 2.6. Ég ætla nú að lesa hana aftur af því að það var bara þar sem ég var að lesa hana uppi hérna áðan að það var kvöðslegt orðalega þarna. Ég held að þetta hafi verið lesið svona að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn deiliskipulagið og gerir fyrirliggjandi svör við athugasemdum að sínum. Þetta er komið með þetta. Fyrirliggjandi svör. Er það ekki? Ég ætla þá að bera upp þessa tillögu þeir sem eru samþykkir henni gefið merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samkvæmt samhljóða en einnig fjarverandi. Og þá er það liðið 2.16. Þar ætla ég að byrja á því að bera upp breytingartillögu Bjargar Björnsdóttur að í stað orðanna samþykki landeigenda komi að samningar hafi náðst við landeigendur. Ég ætla að bera þessa breytingartillögu upp þessum samþykki hann að gefa merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samkvæmt samhljóða en að einum fjarverandi. Og þá ætla ég að lokum að bera upp tillöguna svo breytta undir lið 2.16. Þeir sem að samþykja tillöguna svo breytta gerir merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða með einum fjarverandi. Þá vil ég biðja Gunnar Jónsson að gangi í salinn.
og ég opna mælendaskrá undir öðrum liðum en 2.6 og 2.16. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það aðeins hérna bara örstutt undir lið 2.5. Það var hérna ljómandi góður kynningafundur á þessu nýja miðbæjarskipulagi hér fyrir, er ekki að vera rétt vika eða eitthvað slíkt, og bara gaman að sjá miðbæinn okkar þarna lifna við upp á vegg. Það kom fram á þeim fundi að þessar tillögur yrðu settar inn á heimasíðu sveitarfélagsins og fólk hefði 2 vikur til þess að senda inn athugasemdir. Eftir því sem ég kemst næst eða finn næst kannski frekar, þá sé ég þetta ekki á heimasíðu sveitarfélagsins. Þannig að ég vil eiginlega óska eftir því við bæjarstjóra að hann kannski sjáu til þess að þessi kynning verði sett þar inn og vakin á henni athygli og fresturinn kannski þá til samræmis við þann tíma þegar þetta kemur inn til kynningar. Ég til dæmis hef hitt ýmsa íbúa sem áttu þess ekki kost að sækja fundin og ég hef alveg lofað þeim því að þeir geti skoðað þetta á heimasíðunni og taldi mig verið að gera rétt í því, þannig að ég myndi verða háttvirtum bæjarstjóra mjög þakklátt fyrir það ef hann gæti kippt þessu í liðin. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. En þá eru fleiri sem á óska eftir því að taka til máls undir þessum öðrum dagskrárlið. Ef að svo er ekki, að þá er mælendaskrá lokað. 2.5. Og við göngum þá til afgreiðslu annarra liða hér. Það er þá liður 2.4. Það er umsókn byggingarleyfi fyrir tvíbýlishús eða fjólublámi 3. Það er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttu pönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 2.7. Það er beiðni framkvæmdaleyfi Bakkavörn. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að réttu pönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næstliður 2.10, það er umsókn lóð, Klettasyld 24, tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að réttu pönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 2.11, umsókn lóð, Bláargerði 47 til 49. Og þar er tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttu pönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 2.12, tillagan þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttu pönd. Takk fyrir það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 2.14, það er ósk breytingu á deiliskipulagi suðursvæðis og tillagan þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttu pönd. Takk fyrir það er samþykkt samhljóða. Og þá að lokum liður 2.19, verndarsvæði byggð. Þar er tillaga borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttu pönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða, er það ekki? Jú. Þá höfum við lokið við að fara yfir þær tillögur sem voru gerðar hér og ég vil vekja athygli fundarins á því að undir 2.9 þar er afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar staðfest bókuð hér. Ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið yfirferðinni yfir þennan annan lið og göngum til hins 3. Það er atvinnu- og menningar nefnd fundargerð nefndarinnar 87. fundar. Það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenni og ég ætla að kynna hér fundargerð atvinnunema og menningarnefndar. Það var fundur númer 87. Hann er í 4 liðum og 2 eru teknir út. Það er liður 3.1. Starfsáætlun atvinnu- og menningarnefndar 2019. Fyrirliggja gögn er varða verkefni sem tengist úthéraði.
og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn að myndaður verði starfshópur 2 fulltrúa atvinnu- og menningarnefndar og 2 fulltrúa náttúruverndarnefndar sem hafi það hlutverk að móta verkefnalýsingu meðal annars á grunni fyrirliggjandi gagna ásamt því að leggja fram kostnaðaráætlun fyrir verkefnið og tillögu að fjármögnun þess. Starfsmenn nefndanna vinni með hópnum. Í framhaldinu verði auglýst eftir aðila til að vinna verkefnið ásamt hópnum. Starfsmanni atvinnu- og menningarnefndar falið að kalla hópinn saman til fyrsta fundar. Fulltrúar atvinnu- og menningarnefndar verða Aðalheiður Björt Unnarsdóttir og Aron Steinn Halldórsson. Óskað er eftir að náttúruverndarnefnd tilnefni sína fulltrúa. Síðan er það liður 3.3. Tillaga sjúkrahús á Egilsstöðum. Fyrir liggur tölvupóstur og bréf frá Benedikt V. Warren þar sem hvatt er til að kannaðir verði möguleikar á því að byggja sjúkrahús á Egilsstöðum. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar leggur bæjarstjórn til að vegna legu Egilsstaða og Egilsstaðaflugvallar verði lögð áhersla á að bæta aðstöðu til greiningar bráðveikra og slasaðra við HSA á Egilsstöðum. Jafnframt verði aðstaða fyrir móttöku sérfræðinga bætt. Nú leitið bara fundargerðin hér til umræðu og afgreiðslu. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust undir þessum 3. dagskrárlið. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það er hérna aðeins undir lið 3.1. Mér langar í raun bara til að fagna því að sjá þessa tillögu og að þarna sé verið að setja á fót starfshóp sem að hafi alveg ákveðið verkefni þarna á útvíræðinu þar sem ég held að séu ótal mörg tækifæri fyrir Fljótsdalshérað. Ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúar tóku eftir því hvort það var í gær eða fyrradag sem að Norðurstrandaleið svokölluð sem að liggur nú, ég veit ekki hvort það er hægt að orða það þannig útnára en liggur allavega ekki fjölfarnar slóðir. Verkefni sem hefur verið unnið að hjá Markaðsstofu Norðurlands núna í 3 ár og kallar á samvinnu milli ólíkra aðila, sveitarfélaga og ferðaþjónustuaðila og fleiri. Var útnefnt sem einn af þeim 10 áfangastöðum sem væri mest spennandi að heimsækja í heiminum. Einhvern veginn þannig sé ég fyrir mér að við getum búið eitthvað til á útvíræðinu og ég sé í raun og veru fyrir mér að það geti náð svo miklu lengra heldur en akkurat að útvíræðið. Maður sér fyrir sér einhverja tengingu til dæmis inn í Stórurð og jafnvel hinum megin yfir í Jökulsárhlíð og mér finnst þetta náttúrulega ekki síst spennandi með það í huga að vonandi verður hér orðið sameinað sveitarfélag eftir, hvað ég var að segja, 6 mánuði, liggur það ekki fyrir þá. Það er kannski ekki orðið lögformlega þá en það vitum við allavega vilja kjósenda. En mér finnst þetta, ég held við gleymum stundum að það er til fullt af fólki sem hefur áhuga á því að ferðast slóðir sem eru utan alfaraleiðar en það þarf að búa til og gera eitthvað svona spennandi til þess að fara og sjá. Mér skilst að fuglalíf þarna sé til dæmis sérlega ríkulegt og maður getur séð fyrir sér einhvers konar uppbyggingu í kringum það. En það er allavega, ég veit að það er til ótal hugmyndir ýmsa starfsemi á útvíræði og ég fagna því bara mjög að þarna sé komin á fót hópur sem eigi hreinlega að koma með einhverja tillögur þetta og ég er eiginlega ennþá glaður yfir því að sjá að það eigi að setja aura í það að fá aðila til að vinna með þessum starfshópi að þessu. Ég sums ég fagna þessu verkefni ef það er ekki orðið alveg ljóst. Já, ætli ég láta þetta ekki bara duga. Takk. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi. Forseti, gott fundafólk. Liður 3.1, 3.2, 3.3. Hvað er aðeins að koma inn á þá?
Til að byrja með liður 3.1, ég hef svo sem litlu við það að bæta sem að hér kom fram í máli Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa. Ég fagna þessu mjög og þegar þetta kom fyrir hjá okkur við úthlutun, nú rugla ég oft saman Austurbrú og SSA, allavega voru við þar voru við með þetta og okkur leið býsna vel með það að koma fjármunum í þetta, rétt eins og þú Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi kemur inn á að þarna held ég séu miklir möguleikar og í tengingin, þú talaður tenginguna norður vissulega og með hugsanlega sameinuðu sveitafélagi þá getum við kannski farið að leyfa okkur líka að tala víkurnar, Borgarfjörðin víkurnar og áfram í Seyðisfjörð. Þetta eitt ævintýri land allt saman og eins og túrisminn þróast og væntanlega kemur til með að þróast og ég vona að það þróist þannig að hingað vilji koma fólk sem tilbúið að stoppa og njóta. Þá held ég að þarna séu ótæmandi möguleikar og mjög margbreytilegt svæði svo það sé sagt og þarna ítreka það að ég fagna þessu mjög. Þá það liður 3.2. Úttekt á framboði flugsæta til Austurlands. Annarkvort, ég hef ekki séð akkurat hvað kom út úr úttektinni, ég var nú að horfa eftir, ég sá ekki akkurat hvað, kannski hefur einhvern veginn farið fram mjög vel, en eftir stendur að ég held að það hljóta vera orðið umhugsunar efni, hvernig þetta virðist vera að þróast innanlandsflugið og innanlandsflugið hér á milli Reykjavíkur og Egilsstaðar sem ég ætla þá að gera umtalsefni. Mér sýnist, þó að það sé ekki eitthvað vísindarlega rannsakað, að það sé að minnka þetta framboð. Það eru hér mjög algengt að minni vélarnar séu hér, svo ágætar sem að þær eru. Þá er bara minna framboð að sæta framboð. Og bara í síðustu viku kom manni mjög óvart, það var allt saman uppbókað og ekki hægt að fara fyrir 2 dögum seinna. Þetta svolítið nýtt og þetta mjög alvarlegur hlutur, finnst mér. Og síðan náttúrulega ekki nóg með það, þegar manni berast til eyrna erfiður rekstur þessa félags, en fargjöldin hækka, jafnt og þétt. Og þetta orðið glórulaust dæmi. Og ég veit ekki alveg hvað í gangi. Maður leyfir sér stundum að velta því fyrir sér. Hvað verður þegar að svo kallaða skoska leið kemur? Ef að það fargjöldin hækka og síðan á að greiða þetta niður. Verður þetta kannski ekki dóttir þegar upp í staði? Ég held að þarna þurfum við mjög að skoða þetta og fylgjast með þessu. Þetta okkur lífsnauðsynleg þjónusta. Og þetta kemur náttúrulega enn og aftur að því að ég fann aðhyllast að það sé kannski mjög slæmt að aðstaðan á Reykjavíkurflugvelli hafi ekki verið bætt. Þó að ríkisstjórnir eftir ríkisstjórnir og ráðherrar eftir ráðherrar hafa boðað uppbyggingu umferðar eða samgöngumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll. Þá gerist ekki nokkuð skapaður hlutur þar. Og á sama tíma ekkert neina samkeppni að ræða í þessu innanlandsflugi. Og ég treysti engu í þessum efnum. Og þetta orðið óviðunandi þjónusta og í sjálfu sér finnst mér ekkert gott að þessar stærri vélar og hraðfleygari vélar séu komnar í að fljúga bara fyrir Icelandair til Noregs. Með minna framboð, það ekki til þess að hjálpa okkur hér og við erum alltaf að heyra meir og meir það að fólk einfaldlega sé að aka til Reykjavíkur. Þetta náttúrulega ákveðið glórulaust og ég veit svo sem ekki hvað við getum í þessu sambandi en ég held að væri jafnvel ástæða að beina því og ég geri það bara munnlega hér, ekkert formleg tillaga til bæjarráðs að kalla kannski eftir frekar upplýsingum hvað ætlar fyrirtæki sér í framtíðinni með þetta og mér þetta ekkert verra ef að bæjarráð gæti til dæmis náð forstjóranum hingað til sín og ræða þessi mál.
Þetta er stórmál fyrir fjórðunginn. Þá vil ég koma að lið 3.3 sem heitir nú reynda tillögu sjúkrahús á Egilsstöðum. En hún gengur nú samt út á það að efla bráða þjónustu, greiningar þjónustu á Egilsstöðum í tengslum við Egilsstaðaflugvöll. Þetta er nú bæði gamalt og nýtt mál og hlýtur að vera nokkuð augljóst að þetta þarf að efla og tryggja að þegar að þær erfiðu stundir koma upp, þegar og ef þær koma upp hjá einstaklingum hér austur frá og nágranna byggðarlögum, að menn eru fárveikir eða slasaðir, að það sé sem allra fyrst, og það snýst þetta í mínum huga, sem allra fyrst og eftir einföldustu leiðum og bestu leiðum að koma viðkomandi einstakling á það sjúkrahús í landinu þar sem best er hægt að hlúa að viðkomandi. Það snýst þetta. Það er algjörlega óþolandi og við það höfum við búið allt og lengi, stór hluti hér á Austurlandi, að það hefur þurft að flytja okkur til og frá, keyra okkur fjallvegi til þess að skoða okkur eitthvað og keyra okkur svo aftur tilbaka til þess að fara með í flug. Þetta er kannski glannalegt að segja það, mér liggur við að segja á oft á tíðum að þetta verður leikur að lífi. Menn eiga ekki að gera þetta og við eigum ekki að þurfa að vera í þessari stöðu og ég leyfi mér að segja það að þetta er ákveðin ógn við búsetu á þessu svæði. Því allir geta lent í þessu og við vitum aldrei hvenær og það er mjög erfiður hlutur að á þessum ögurstundum skulum en lenda í því að vera fluttið svona til og frá. Tafarlaust við þessar aðstæður, við eigum öll sama rétt í þessu landi og ég veit það er ekki hægt að hafa sérfræði þjónustu við nema kannski á 1 eða 2 stöðum sem leysa úr erfiðustu vandamálunum. Kannski á 1 og 2 stöðum, Reykjavík og Akureyri til dæmis. Og þá er það algjört skilyrði að við eigum bestu og öruggustu og fljótustu leið að þessari þjónustu þegar svona stendur á. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundargestir. Kemur undir lið 3.3. Ég bara vil taka heilsuðar undir orð Gunnar Jónssonar bæjarfulltrúa, því að ekki geta orðað þetta betur. Að varðandi þessa tillögu og þennan vanda sem við búum við þetta. Þannig ég styð þessi tillögu að vera lögð áherslu að bæta þessa aðstöðu varðandi greiningu bráðveikra og slasaðra og varðandi sérfræðingarna. Þar held ég að vera að koma eitthvað víðtækara þá samtal við ráðherra að búa til einhvern hvata fyrir sérfræðinga að koma eitthvað. Það er eitt að búa til aðstöðuna sko, en það er að búa til einhvern hvata inn í kerfinu til að sérfræðingar komi bara og nýti þess aðstöðu sem er þá til staðar. Takk. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu og Alexander Stóttir bæjarfulltrúi hefur beðið málið, gjörðu svo vel. Forseti og góði fundamenn. Það er seinna liður undir lið 3.2 og einnig 3.3. En kannski bara undir lið 3.2 þá er sem sagt í gögnunum okkar svarið frá sem hann forstjóri Iceland Connect undirritar, Árni Gunnarsson, og það sem hann svarar sýnist mér bara alveg lið fyrir lið þessu spurningum og já, svona allavega eins og svona forstjóri með lagið að svara fyrir hönd síns fyrirtækis. En bæjarfulltrúi Gunnar Jónsson kom inn á það að bæjarráð ætti mögulega bara að boða hann til fundar og ég bara tel það mjög mikilvægt og kannski ættum við bara að taka höndu saman að fá hann austur af því að þetta snýst náttúrulega hagsmuni Austfirðinga allra og mögulega þá bara stjórn SSA og samgöngunefnd og bæjarráð Fljótsdalshéraðs að við
reynum í það minnsta hvort sem við tækjum sameiginlega fund eða í það minnsta að sameinast það að fá hann austur og að taka fund með okkur, hvort sem það verður í sínkurlagi eða saman. Ég held að það er bara góð ábending og bara við förum bara í það. Undirlið 3.3 þá vil ég einnig taka undir þau orð bara sem hér hafa verið sögð af þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið upp þetta. Varðandi að efla heilsugæsluna hér í að greina og meta sjúklinga, hvort að sjúkrahúsið á Norðfirði ráði við verkefnið, ráði við það sem fyrir liggur eða hvort þau þurfa að senda fólk í burtu, og ég held að það efli alla. Og ég held að það efli líka sjúkrahús á Norðfirði að fá það, því að við erum ekkert erindi við erum ekkert að fara að tala um að fara að fá annað sjúkrahús, sko. Ég held að við gerum okkur öll grein fyrir því, en það er bara að við allir íbúar Austurlands og íbúar landsins, við eigum alltaf að fá bara bestu mögulegu þjónustu sem velur á hverju sinni. Og við hljótum að vilja að við séum þá send þegar upp koma atvik í svona líf okkar, að við séum þá send það sem við fáum þá tryggustu þjónustu sem við getum fengið. Við höfum ekkert að vera eitthvað að véla með þetta. Ég held að það sé ekki meira. Billy, takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínum. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að ræða hérna lið 3.3 og í raun og veru kannski taka svolítið upp þráðin frá bæjarfulltrúa Hannesi Karli Hilmarsinni varðandi þann hvata sem að einhvern veginn virðist alveg vanta í það kerfi sem að við búum við í dag til þess að sérfræðingar mæti hér austur. Eitt er jú að koma upp hér aðstöðu til að greina bráðveika og slasaða sem ég styð heils hugar. Annað er að það verður einhver að vera til að sinna þeim greiningum. Og það er bara virkilegt áhyggjuefni hversu illa gengur að fá sérfræðinga og lækna hreinlega til starfa, ekki bara hér á þessu svæði, þetta er vandamál út allt land. Og eitt af því sem hefur verið nefnt í þessu eru til dæmis þessar einingar sem að sjúkratryggingar útdeila til sérfræðinga. Þær eru ekki á nokkurn hátt í raun og veru það er engin viðmið sem gildir, sérfræðingar geta tekið út allar sínar einingar á höfuðborgarsvæðinu. Maður sæi strax fyrir sér að ef það væri skilyrt að hluta þessara eininga yrðu menn að leysa út á landi, þá strax væri komin einhver hvati fyrir þessa sérfræðinga að fara út á land. En ég held að þetta sé nú líka mál sem að við þurfum svolítið að hafa mjög miklar gætur á. Og jafnvel ætti bæjarráð mögulega að skoða það hvort það væri ástæða til þess að við með einhverjum hætti legðum okkar lóð á vogaskálir í það að þetta kerfi verði með einhverjum hætti endurskoða, því að við vitum það alveg að það er bara virkilega vandi hér, lækna vandi, það er að segja okkur vantar lækna og ég tala nú ekki sérfræðingana. Varðandi aðeins lið 3.2 þá vænti ég þess nú að atvinnu- og menningarnefnd hafi ekki fyllilega lokið þessu máli, því að svarið hefur vissulega borist frá forstjóra Flugfélags Íslands, sem ég þrjóskast við að kalla Flugfélag Íslands, og það svar er, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúar Önnu Alexandersdóttur, náttúrulega mjög það er svona forstjóralegt, en ég verð að viðurkenna að það var margt sem að hann lýsti þar sem að ég bara kannast ekki við sem daglegur notandi eða svona, ekki daglegur, kannski reglubundi notandi þessa ágæta félags.
til dæmis kannast ég ekki við það að það sé hægt að finna marga mánuði fram í tíman fargjöld á 8.800 krónur eins og hann vildi meina að væri bara mikið Það er eiginlega bara þvert ofan í mína lífsreynslu af því að reyna að bóka mér flug á skikkanlegu verði. Þannig ég vænti þess nú og beini því nú kannski til formanns nefndarinnar hvort að það sé ekki rétt að þessari vinnu sé ekki lokið af hálfu nefndarinnar. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu, Anna Alexandersdóttir bæði vettur og gjörast vel. Forseti og góða fundarmenn, ég biðst afsökunar á sem látum í mér búin að vera að rekast í diskinn, en heyriði, það var nú ekki það er liður 3.3. Mig langar að bæta aðeins við varðandi með það og tek undir varðandi það að efla auka aðstöðu fyrir sérfræðinga til að koma og breyta þessu fyrirkomulagi, en ég held við þurfum líka að taka á móti eða þeim tækni nýjungum sem eru með fjarþjónustu á heilbrigðisvísindum og öðru og þar ættu við bara að vera kannski svolítið leiðandi og tileinka okkur það sem verið að vinna annars staðar á Norðurlöndum á svona rúralsvæðum vegna þess að þá fáum við líka kannski mögulega bestu þjónustu sem við getum sótt með því að nýta og það eru ýmsar leiðir í þessari fjartækni og ég svo sem veit ekki hvað, til dæmis myndgreiningatæki eða hvað það heitir svona fjár sem þeir kynntu það nú á atvinnulífssýningunni en hvað mikið verið að nota þetta og hvað verið að kynna það fyrir okkur íbúum að ég gæti kannski mögulega farið í augnbotna myndatöku. Ég þarf ekki að fara til Reykjavíkur til að fara til hennar. Eða þannig að við þurfum, og það er bara þá sérfræðingur á hinni megin sem greinir þetta. Og það er verið að byrja að taka alls konar samtöl í fjár. Og hluti af samstarfsnefndinni, sem sagt nokkra einstaklingar sem fóru í ferð suður úr samstarfsnefndinni fengu kynningu í að nota svona tækni í þessa fjartækni fyrir heilbrigðis og félagsmál líka sem við getum nýtt hér innan hús í félagsþjónustunni og fræðslusviðinu þess vegna við þurfum bara að taka skrefið einhvern veginn. Þetta það er byrjað að nýta þetta og nýjustu upplýsingar sem ég fekk eins og hjá einum aðila, hann er búinn að fá frá landlækni því ég veit að það var eitthvað svona að landlækni væri að ekki búinn að staðfesta að það mætti nota þetta. Þannig að það er komið, þannig að við bara, þarna eru kannski enn meiri tækifæri heldur en í hinu. Það virðist alltaf ganga voðalega hægt að breyta kerfum og kannski það að reyna að pína sérfræðinga út á land. Þannig að mögulega kannski bara enn frekari tækifæri þarna fyrir okkur til við getum fengið þá bestu mögulegu þjónustu sem vel er á. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínum. Ég kannski beðið að skipta þeim. Og þeir laust. Sveinsson bæði fyrir að gera svo vel. Forseti, ágæta fundafólk, ég ætla að tæpa aðeins á liðum 3.1, 3.2 og 3.3. Fyrsta lagi bara þakka þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa lýst yfir ánægju með þetta verkefni. Ég hef aðeins komið að því, kannski sérstaklega SSA megin. Þetta verkefni sem hér er verið að setja saman er svona samofið aðeins, það er áframhald af þeirri vinnu sem var lagt í hér í tengslum við hugmyndir fræðasetur. Ég fyrst á Hjaltastað, síðar í Hjaltalundi í tengslum við nafn Jóns lærða og sömuleiðis er þarna líka verið að taka inn vinkil sem snýr að verkefni sem var í byggðaáætlun stjórnvalda sem snýr að náttúruvernd og fyrst og fremst þá að skoða hagrænt gildi mögulegra friðlýsingar á svæðum og það er út hér að þið er tekið undir
í það verkefni og fékk styrkur í það í gegnum byggðaáætlun. Þannig að þetta verður svona, já, út hér að það verður skoðað svolítið bæði, já, möguleikar þess svolítið greindir bæði í tengslum við náttúruvernd, menningu og sögu og fleiri þætti. Og ég vil hrósa atvinnu menningarins sérstaklega fyrir að halda þessum bolta á lofti og hafa haft það í huga að fjármunir sem voru á lið hjá nefndinni getur nýst í þetta verkefni ef þeir eru til reiðu og þeir hafa síðan haldið þessari vinnu áfram og leggja þetta síðan til, og það stendur nú upp á þann sem hér stendur að klára verkefnið með því að tilnefna fulltrúa náttúruverndarnefndar. Það verður vonandi gert fyrir síðar. Og spennandi verkefni sem verður gaman að fylgjast með áfram. Undir lið 3.2 var þetta úttekt á framboði flugsæta til Austurlands. Ég held að sé ágætt einmitt að halda flugfélaginu svolítið við efnið hvað þetta varðar, og það er auðvitað svolítið óþægilegt að upplifa það sem að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi lýsti að við erum að sjá dálítið mikið af þessum minni vélum flugfélagsins og við vitum hvað það þýðir. Það er minna sætaframboð, það eru minni möguleikar á sætum og lægra verði, og maður svona rennir aðeins í grunn að þar auðvitað komið við sögu svo staðreynd, og það sem við höfum séð hér í fréttum að það er verið að nota stærri vélar sem keyptar eru til að sinna innanlandsflugi, en það er verið að taka þær í notkun núna. Áður var verið að fljúga til Noregs og nú síðast til Manchester á stærri bombardívélunum, og meðan þær eru þar þá eru þær ekki að fljúga til okkar. Það er nokkuð ljóst, og eins og ég segi, ég held að sé ástæða til þess að halda flugfélaginu við efnið, á hvaða vettvangi við gerum það, hvort að því verður haldið áfram með náttúru- og menningarnefndar, hvort það verður tekið fyrir hjá bæjarráði. Ég held reyndar, ég hef ekki alveg fengið þetta staðfest, en því var bara skotið að mér fram á gangi áðan að það væri hugsanlega von á Árna Gunnarssyni á fund stjórnar SSA, þannig að það er mögulega gaf Anna Alexandra bæjarfulltrúi hér uppfylltasta loforð sem hægt er að gefa með því að lofa því að koma forstjóranum hér austur, því að það var búið að fá hann austur. En þetta er ekki alveg staðfest, en fullt tilefni til, og ég held að í rauninni held ég að stjórn SSA sé hafa góðu vettvangur til þess að taka þessi mál til umræðu, vegna þess að þetta snertir fleiri heldur en bara Fljótsdalshérað og íbúa Fljótsdalshéraðs. Hér er Austurland allt undir og mætti hafa það mörg fleiri orð, en við munum halda þessu vakandi. Að síðustu undir lið 3.3 þá vildi ég nú bara nefna þetta, fyrir að hér stendur nú þetta sé tillaga sjúkrahúss á Egilsstöðum, og til að lýsa því fyrir mína parta að ég er ekki á því að við eigum að sækjast eftir því að fá sjúkrahúss í Egilsstaði, til það vera fullkomlega óraunhæft. Hins vegar er eðlilegt að þrýsta á það að þjónusta HSA á Egilsstöðum verði bætt, og það er það sem lagt upp með hér. Við Austfirðingar við eigum sjúkrahús, fjórðungssjúkrahús í Neskaupstað, sem að sinnir mörgu vel, og ég vil nú ítreka það að ég held þegar ég fer hér yfir sviðið að það sýnist mér það að ég sá hér í salnum til dæmis að síðast eignaðist barn, og það gerist á sjúkrahúsinu í Neskaupstað, og ég hef reyndar eignast, síðan 2 af mínum börnum komu í heiminn á sjúkrahúsinu í Neskaupstað, og það er óumdeilanlega gríðarlega mikilvægt að við höfum aðgang á þeirri þjónustu hér í fjórðungnum, og það er í rauninni held ég það sem við þurfum að draga varnarlínuna að það sem að sjúkrahúsið í Neskaupstað hefur verið að sinna og sannarlega hefur sinnt vel, að sú þjónusta verði veitt áfram, og að við stöndum saman það Austfirðingar og sú þjónusta verði veitt áfram. Af því að það er kannski eins og málefnin hafa verið að þróast, að þá er kannski heldur ástæða til þess að hafa ágjörð af því að við missum frá okkur fæðingarþjónustu eða skurðþjónustu eða annað slíkt. En það er alveg ljóst að það má bæta aðstöðu hér á Egilsstöðum, og það má líka bæta mannafla hér á Egilsstöðum, og ég er mjög ánægður með uppleggi hér eins og það kemur frá atvinnu- og menningarnefnd, vegna þess að það leggur ekki síst áherslu á mannauðinn. Við erum að tala um bætta aðstöðu til greininga og það sem getur ýmislegt legið í því, en ég held að náttúrulega ekki síst batna geta þessar starfsstöðvar HSA hér á Egilsstöðum til greininga fyrst og fremst með því að starfsfólkið sé öflugt og þrautþjálfað og vant í sínum störfum, og þetta fer alltaf snúast mönnun,
og við eigum alveg kröfu til þess að stjórnvöld vinni að því að tryggja þessa þjónustu út um allt land og það verður ekki gert nema með mönnun. Aðeins rætt tvo hluti sem eru skyldir en þó ekki alveg þeir sömu. Það annars vegar þessi mönnun sem þarf að vera til staðar á hverri starfsstöð og þar með getan til greininga og fleira slíkt og svo þessar tímabundu komið sérfræðingar sem að við stólum líka mikið á og tek bara undir hvert orð sem hefur verið sagt hér, bæði varðandi það að það þarf að setja inn hvata, hvort sem við ætlum að setja inn hvata eða svipur eða gulrætur eða hvað við köllum það þarf eitthvað að setja inn þetta kerfi sem að tryggir það að sérfræðingar komi út á land. Það eru líka miklu möguleikar í nýtingu þessari nýtingu á fjarheilbrigðisþjónustu en það líka útheimtir öfluga starfsstöðvar út um landið. Það að segja að það þarf að vera geta og vilji náttúrulega báðum endum til að sinna fjarheilbrigðisþjónustu og þetta allt saman er háð stefnumótun ríkisins. Ég held eins og að góðu fréttirnar séu þar, ég held að sé skilningur á þessu innan ríkisstjórnar og hjá heilbrigðisráðherra og ég bind töluvert vonir við það sé verið að vinna að því að tryggja bætta heilbrigðisþjónustu sem víðast um landið en það í okkar hlutverk eins og hér hefur komið fram að ýta eftir því að það verði sannarlega gert en og þetta svona eitt af þessum eilíða verkefnum sem við þurfum alltaf að vera að halda lifandi og halda á lofti og ég fyrir mitt leyti mun að sjálfsögðu gera það hvar sem ég mögulega fæ tækifæri til. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið endalaust. Gunnhild Tryggvasdóttir bæjarfulltrúi Gjörsveit. Já, forseti bæjarfulltrúi starfsmenn, ég ætla aðeins að koma kannski aðeins bara inn á alla þessa 3 liði svona menningarnefndar 1, 2 og 3. Nú með lið 3.1 þannig með úthéraðsverkefnið þá ég bara ánægð að heyra það að bæjarfulltrúar séu hlynntir þessu verkefni og ég bara þakka fyrir að atvinnumenningarnefnd skyldi hafa fengið fjármuni til þess að vinna þetta verkefni áfram og ég vona bara að þetta muni ganga vel og vera spennandi. Nú 3.2 úttekt þarna framboði flugsæta að þetta bréf sem við fengum, svarbréfið sem við hafum væntanlega séð í gögnunum, það var nú svo sem ekkert öðruvísi en að við byggumst við. Áttum ekki vona að það yrði mikið öðruvísi en það var. En ég hlynnt því að forstjórinn yrði fenginn hingað austur og ég held að væri ágætt hvort sem það verið bæjarráðið eða á vegum SSA Austurbrúar að fá hann. Við skulum vona að verði eitthvað sæti laust handunum til að koma. En ég verð nú þó að segja aðeins með þetta innanlandsflug að mér finnst það að hafa aðeins lagast með það sem það var hér áður. Maður hefur þó aðeins að velja núna 3 verðflokka. Einu sinni var bara 1 ríkisverð og þá var ekkert þetta fá neitt ódýra heldur en það. Þannig mér finnst það nú vera alveg svona aðeins skref áfram og til batnaðar fyrir notendur. Og ef maður til dæmis að skjótast á fund og ætlar kannski ekki að vera yfir nótt þá ágætt að geta komist suður fyrir 16.000 fram og tilbaka sem að maður getur ef maður nær þessu ódýra stað sem maður þarf enga tösku með sér eða neitt slíkt, bara handtösku. Þannig það nú ágætt. En og mér finnst það í rauninni ekki hátt verð og málið það að ég hef stundum sagt á og sagði það nú þegar að fór svona illa fyrir Wow Air að málið það að hlutinni náttúrulega verða að kosta það sem þau þurfa að kosta og það þýðir ekki að hafa hlutinni svo ódýra að það færi allt á hausinn. Þannig að ég get sagt eitthvað sem dæmi að dóttir mín hún þurfti í fyrra að kaupa sér leigubíl frá Keflavíkurflugvelli á Reykjavíkurflugvöll af því að hún var tímabundin og hafði ekki tíma til þess að fara aðra leið og þessi leigubíl kostaði frá Keflavík út á Reykjavíkurflugvöll 19.500 krónur og mér finnst hann bara að það er vel í lagt.
Það er bara eins og flugfar fram og tilbaka í Egilsstaðir Reykjavík. En það er frá útivistarfargjaldi. Og með þessi millifargjaldi, það er svona í kringum 20.000 fram og tilbaka. En allavega, það er allt í lagi að, og ég hlynnt því að við höldum þessu máli vakandi. Nú liður 3.3 þarna með tillögun og sjúkrahúsi. Ég tek bara undir það sem hefur komið hérna fram og ég held það að aðal vandamáli í þessu sé það að það vantar alltaf starfsfólk. Það er númer 1, 2 og 3 held í þessu öllu saman. Og maður hefur náttúrulega heyrið það bara í fréttum að það er svo sem sami vandamálið í höfuðborginni. Það vantar starfsfólk í þennan geira. Þannig að við náttúrulega bara lendum í því eins og aðrir að hér er ekki nægilega góð þjónusta vegna þess að það vantar hreinlega starfsfólk. En vonandi er það að lagast og það voru nú til dæmis margar flugfreyjur hjá AOS sem fóru aftur í hjúkrunarkvennastörfi, þannig að það er kannski eitthvað aðeins lagast við það. En við verðum bara að vera bjartsýn og halda áfram að þrýsta á all yfirvöld og alla sem er á það. Guðmundur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum 3. lið. Ef svo er ekki, þá lokaði mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er lið 3.1, starfsáætlun náttúru og menningarnefndar 2019, en þar er borin upp tillaga varðandi verkefni á Úthéraði. Hún er borin hér upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og svo er það liður 3.3, það er tillaga sjúkrahúss á Egilsstöðum. Tillaga sem reyndar gengur ekki nákvæmlega út á það, en hún er borin hér upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og aðrir, ekki fleiri liði að ræða til afgreiðslu og við erum til lokið við yfirferð á þessum 3. dagskrárlið. Og göngum til þess 4. Það er fundagerð fræðslunefndar Fljótsdalsfélags 277. fundur nefndarinnar. Fundagerðin er í 9 liðum, það er enginn þeirra tekin út til sérstakra tillögugerðar hér, en orðið er laust undir fundagerðinni með óska eftir því að taka til máls. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, mér langar bara aðeins að koma hér upp undir lið 4.4 og kannski vekja sérstaka athygli þeirra bæjarráðsliða sem hér eru á þeirri afgreiðslu nefndarinnar. Þar er óskað eftir því að fulltrúar nefndarinnar fái tækifæri til að koma fyrir bæjarráð og kynna nýja áætlun þessa breyttu kennsluhætti í grunnskólum Fljótsdalshéraðs sem að þýðir í raun og veru snjalltækjavæðing. Ég held að það sé mjög brýnt, þetta sé orðið mjög brýnt verkefni sem að við getum ekki mikið lengur dregið að fara í, en það er alveg jafnljóst að það verður ekki gert nema að það komi í raun og veru skýr pólitískur vilji frá bæjarráði og bæjarstjórn. Það rúmast ekki innan þeirra fjárheimilda sem að fræðslunefnd hefur í dag og þess vegna vil ég bara sérstaklega vekja athygli á þessu og í raun og veru kannski kalla eftir því að bæjarráð gerir ráð fyrir því að fá þessa fulltrúa á sinn fund og helst áður en til sumarleyfa kemur. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundamenn, það er liður 4.4. Þetta erindi, þessu var vísað inn til bæjarráðs og við ákveðum bara, það var ekki fundur seinasta mánudag, við vorum búin að ræða að setja það inn strax þá, en sáum svo að það sem líka formaður fræðslunefndar var fjarverandi. En það er, ég veit ekki betur en að formaður fræðslunefndar ásamt aðstoðarskólastjóra Egilsstaðaskóla koma á fundinn og fylgi þessu eftir.
Næstkomandi mánudag, já, núna bara 27. Og auðvitað bara mjög mikilvægt að við þurfum að taka þessa umræðu og við í bæjarstjórninum að taka þessu umræðu, en það þarf líka að koma svolítið vera skýrt frá fræðslunefnd að þetta er það sem fræðslunefnd leggur það áherslu á. Mér finnst ég ekki hafa séð það í bókunum fræðslunefndar að svo sé. Og líka við þurfum líka samt að leita einhverju leiða hvernig við látum þetta rúmast, því að ég held að það verður mjög erfitt að ætla að hafa viðbótar 30-40 milljónir til viðbótar á langtíma áætlun, af því að við erum að tala að þetta er bara það verkefni sem er komið og það kemur til með að kosta einhver upphæð og við þurfum bara að taka þetta samtal og hvað getum við þá gert til að geta látið þetta verða veruleika, því ég held að það sé rétt eins og Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi að koma inn á það er mikilvægt að taka þetta skref og mann finnst bara að tekur samtölin svona víðsvegar land að þetta sé svona það sem bara við þurfum samt að vera komið þá með myndina og ramman og nettengingar og alls konar svona bara framkvæmdar atriði sem þarf að vera klárt inn í skólanum til að þetta gangi allt saman upp. Og einnig bara með kennslu, fyrirkomulagið og kennara séu allir tilbúnir og þarf að vera með kennsluráðgjafi fullu starfi við þetta eða bara það er svo margt svona sem bara kveikja spurningar hjá manni og það þarf bara að taka þetta samtal og en enn og aftur bara við þurfum, það er okkar hér við þetta borð sameiginleg vinna að koma heildar ramma svo saman í haust og við þurfum, vinnan er byrjuð núna, ég held að allar nefndir séu búnar að skila af sér fyrstu og þar er alveg talsvert umfram það sem umfram tekjur sveitarfélagsins, þannig að þá er bara hvað ætlum við að gera og hvernig getum við þá móta það sem við viljum og maður velti líka fyrir sér inn í skólunum, bara svona með námsgögn og annað, ef að dregur mikið úr námsgögnum sem námsgagnastofnun er að afhenda á skólunum, er hægt að erum við að færa kostnað yfir á sveitarfélögin eða erum við eins og ég skil að þá er ekki mikill eða engin kostnaður skólans við námsgögn frá námsgagnastofnun. En mér ætti gaman að vita ef ég hef verið að spyrjast fyrir og mér skilst að svo sé ekki, en við erum þá að færa þann kostnað fyrir að útveða námsgögn yfir á sveitarfélögin. Mér finnst það svona líka bara að við þurfum einhvern veginn í allri umræðu tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og hvernig fjármögnun kemur að þessum málum. Mér finnst þetta líka svona eitthvað sem verðum að taka til umræðu og kannski bara svona stærri vettvangi. En einmitt, þetta er samt svona stefnumótun fyrir okkur sem við þetta borð þurfum svolítið að ræða. Þannig að það verður bara gott á næstkomandi mánudag að fá meira og við getum spurt af því að þar eru náttúrulega sérfræðingarnir sem kom inn og sem grúska í þessum málum og erum með sín á þetta. En svo komum við sem þurfum að segja þetta þarf bara alltaf að passa inn í fjárhagsáætlunina okkar og hvernig ætlum við að máta þetta saman. Ekki fleira. Anna Alexandersdóttir hefur þá lokið máli þínum. Björg Björnsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér er bæði ljúft og skylt að upplýsa það að fræðslunefnd er búin að eyða töluvert löngum tíma í þetta málefni. Við höfum óskað eftir mikið upplýsingum, við höfum verið mjög gagnrýnin og það sem við höfum fengið í hendurnar
og við höfum rætt þetta með hvort að það dragi úr kostnaði annar staðar og hvort að við séum í raun og veru kannski að taka aðeins á okkur kostnað sem með réttu ríkið ætti að bera, af því að ríkið að ýta skólum út í notkun snjalltækja í skólastarfi. Þannig að það klárlega spurning sem við höfum rætt innan nefndarinnar. Við höfum rætt og spurt þarf kennsluráðgjafa, þarf tækniráðgjafa, hvernig með nettengingarnar, hvað með kennarana. Þessa umræðu alla erum við búin að taka við bæði innan nefndarinnar og við þá aðila sem hafa komið og kynnt sín sjónarmið. Út úr þessari umræðu allri komin ný áætlun sem töluvert breytt frá því sem kynnt var fyrir bæjarráði og bæjarstjórn hér fyrir þó nokkuð löngu síðan og hlaut vel að merkja góðan undirtektir þangað til mér sáu hvað þetta kostaði. Þá svona varð minna úr efndum. Það líka allt í lagi að við áttum okkur á því að það algjörlega einróma skoðun allra þeirra fagmanna í skólastarfi sem til okkar hafa komið, að þetta framtíðin í skólastarfi og að skólarnir hér á Fljótsdalshéraði séu þegar orðnir á eftir öðrum grunnskólum hér á þessu svæði, þó að ekki sé nú farið út fyrir það. Þannig að akkurat þess vegna fannst fræðslunefndinni svo mikilvægt að þessi nýja áætlun færi til umræðu inn í bæjarráði og bæjarstjórn, vegna þess að það klárlega bara skýr pólitísk stefnumótun sem þarf að eiga sér stað varðandi þetta og menn verða að skuldbinda sig til þess að fara í þessa vegferð. Og það verður ekki gert, held ég, innan allavega núverandi ramma fræðslunefndarinnar eins og hann uppsettur í dag. Það verður ekki sparað fyrir þessu og neinum öðrum póstum innan fræðslunefndar. Það alveg ljóst. Þannig að þetta umræða sem við þurfum að taka og ég hygg nú að þið munið fá mjög góða kynningu á þessu. Mér finnst til dæmis allt í lagi þið viti það að við höfum svolítið mikið barist fyrir því að menn væru ekki að einblína á iPada inn í þetta og það hefur orðið mjög mikil breyting á þeirri tillögu sem nú liggur fyrir frá því sem var. Það að segja nú menn að horfa á blandaða leið og menn ekki að binda sig við það að kaupa iPada sem eru dýrari en aðrar snjalltölvur, Android snjalltölvur, og aukin heldur bjóða ekki upp á íslenskt viðmót sem mér finnst eiginlega bara algjörlega út í hró og hött að við sem að bjóða upp á í íslenskum grunnskólum. En ég bara fagna því að þetta sé að fara inn í umræðu í bæjarráð og vænti þess að við fáum svo tækifæri til að ræða þetta betur á þessum vettvangi síðar. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínum og orðið laust. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Anna Alexandersdóttir bara þessu. Forseti og góður fundamenn. Ég var ekki með blaðið mitt, hvað 4. Rétt aðeins til viðbótar við þannig liðum breytta kennsluhætti. Ég get upplýst hér að ég hef fengið greinargerðina með þessu og hún alltaf fer sem fylgiskjal fyrir fund bæjarráðs. Ég vildi bara líka bara varpa því hér út í þennan sal því að bæjarfulltrúi Björg fer inn á að fræðslunefnd nær ekki að hagræða, það verður ekki hægt fyrir þessu. En einhvers staðar verðum við að taka þetta og þá þarf bara einhver önnur nefnd að gera. Það ekkert flóknara það og þá bara hvar erum við tilbúin einni nefnd eða fleiri nefndum vegna þess að við erum bara þróunin síðustu ár eru bara að fjárhagsrammi fræðslunefndar hefur aukning í útsvarstekjum hefur farið algjörlega inn í fræðslunefnd og gott betur inn í fræðslunefnd
en tekjuaukningin í útsvars. Þá er ég bara að tala um útsvarstekjurnar, ekki það sem kemur frá jöfnunarsjóði eða annað. Þannig að það er bara pínu erfitt að mæta því ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár. Því að þá bara er eitthvað annað sem situr á hakanum með það, sko. Þannig það, en enn og aftur, ég er mjög jákvæð gagnvart þessu verkefni, ég vil bara, vil segja það, en við þurfum samt að, finna út úr þessu og spá í heildina og hvernig við, mátum þetta allt saman. Ég vil meina að við getum alveg lagst yfir, fjárhagsáætlun, eða semst yfir, fræðslumálin í heild. Við hljótum að geta að skoða eitthvað þar, hvort það séu tækifæri. Mér finnst ekki gott að heyra séu engin tækifæri núna, því að það var náttúrulega eftir að, við hljótum að þurfa að skoða það líka, því ég held að sé ekki hægt að taka þetta algjörlega annars stað frá. Svona, bara að því að það eru ekki tekjuaukning, við erum ekki með tekjur sem við höfum bara þarna sem er ekki verið að nota annars staðar. Og bæjarfulltrúi Björg veit kannski hvernig fjárhagsáætlunin var skilað og hvað var mikið umfram ramman þar, og stór hluti af þessu sem er í þessu erindi er ekki þar inni. Þannig að það er bara, verður heljar verkefni bara að takast á við og leysa. Þannig að, en ekki meira. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Gunnhildur Ingvarsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, það er liður 4 held ég, breyttir kennsluhættir, til aðeins að bæta þar við því sem komið er, að ég hef verið að hugsa, við náttúrulega erum það stutt síðan við tókum þessa kennsluhætti upp, þannig að við erum kannski ekki farin að sjá í rauninni hvað þetta gerir fyrir nemendurnar. Þetta eru gríðarlega fjárhæðir og eftir mér skilst að þá er verið að þrýsta á það að allir skólar taki þetta upp, og það er þá erfitt fyrir okkur að fara að gera það ekki. En ég velti fyrir mér, og það verður fróðlegt að sjá það eftir einhver ár, hvernig verður árangur nemenda með við það sem var áður en að þessi skall yfir okkur. Ég ætla rétt að vona að árangurinn verði ekki verri, og hann þarf eiginlega að vera betri miðað við það fjármagn sem er búið að leggja í þetta. Og í sambandi við þessa áætlun, nú hef ég ekki séð hana, en sem að þú voru að tala um aðan, bæjarfulltrúi Anna og Björg, að það þarf náttúrulega að vera líka framtíðar áætlun, vegna þess að mér skilst að þetta sé ekki bara kaup í eitt skipti, heldur þetta á hverju ári einhverja milljónir sem þarf að setja í þetta verkefni. Og svo tæknimenn í kringum þetta. Þannig ég segi bara, ég ætla rétt að vona það að nemendurnir eftir einhver ár, þegar verður komið reynsla á þetta, að þeir sýni betri árangur heldur en í dag. Þannig að þetta verði þá peningana virði. En þetta er erfitt mál, það er erfitt að fara að taka sig út úr og vera ekki með í þróuninni. Ég gerir mér algjörlega grein fyrir því. Þannig ég ætla bara að vona að árangurinn verði góður. En þetta verður erfitt verkefni að finna út úr þessu núna með fjárhagsáætlun. Ég tek undir með bæjarfulltrúi Annu Alexander, þetta verður ekkert auðvelt að leysa þetta mál. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Björn Ingimarsson, bæjarfulltrúi. Forseti og góðir fundamenn. Það er liður 4 og ég get alveg tekið undir það að þetta er verkefni sem við þurfum að setjast yfir á alvöru, en það er líka alveg ljóst að við þurfum að gera það ábyrgan hátt eins og hefur komið fram hér í umræðinni. Þetta kallar á töluverða fjármuni og okkar sveitarfélag er því miður ekki í þeirri stöðu að það séu hér fyrirtæki sem leggja þeim lið í þessum málum, eins og hefur verið tilfellið í allavega nokkrum af þessum sveitarfélögum sem
hafa verið að fara inn í þennan farveg. En það er alveg ljóst að við þurfum að skoða þetta vandlega og þá í hvaða skrefum við stígum þetta, því það er eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Önnu Alexanders að fjármunir verður ekki bara til, við verðum þá að taka þá, við verðum þá að taka eitthvað annað út úr myndinni til þess að geta stigið þetta skrif. En það verður bara mjög áhugavert að eiga þennan fund með fulltrúum fræðslunefndar og skólann. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínum. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og ég vek athygli á því að afgreiðsla fræðslunefndar er bókuð staðfest undir liðum 4.3, 4.6 og 4.7. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið yfirferði við þennan 4. dagskrárlið og göngum til hins 5. Það er skipað fulltrúi í ráðgjafarnefnd Landbótasjóðs. Þetta er mál sem var frestað á síðasta fundi bæjarstjórnar, er komið hér aftur og fyrir liggur eftirfarandi tillaga, en hún hljóðar svo: Bæjarstjórn samþykkir að skipa Jón Hávarð Jónsson sem fulltrúa Fljótsdalshéraðs í ráðgjafarnefnd Landbótasjóðs Norður-Héraðs í stað Baldurs Grétarssonar sem beðist við lausnar. Bæjarstjórn þakkar Baldri Grétarssyni kærlega fyrir velunni störf og þessum vettvangi árabil. Tillagan liggur fyrir og orðið er laust ef einhver óskar eftir að taka til máls. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundafólk. Örstutt undir þessum 5. lið þá finnst mér bæði rétt og skylt að árétta þakkir til Baldurs Grétarssonar við þetta tækifæri. Ég hef búin að sannreyna það í viðræðum mínum við aðila sem til þekkja að hann stóð einstaklega vel að þessum málum og megi hann eiga bestu þökk, og ég ítreka það sem hér kemur fram í tillögunni. Og þá vil ég jafnframt fagna því að Jón Hávarður Jónsson er tilbúin að taka þetta að sér. Ég efast ekkert hans getu og vilja í þessu, því að hann er mjög staðkunnugur þar sem að þarf að taka á þessum málum og hæfilega tengdur þessu svæði, og ég skipulagður og tilbúin í verkið og ég vil bara nota tækifæri jafnframt að bjóða hann velkomin í þetta. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óskar til að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskránni og ég ber þá upp tillöguna eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Dagskrá þessa fundar er þá tæmd og við munum rjúfa útsendingu frá fundinum, en fundar ekki slitið fyrir við höfum lokið við að fara yfir fundagerðina og undirrita hana. Tekist að rjúfa útsendinguna. Ég get nú haldið áfram að gera grín að sko,